Göngum við þriðja mál sem tillaga Sjálfstæðisflokksins samráð við foreldra við ráðningu skólastjórnenda. Og þá tekur tillöguflytjandi sem hver? Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ráðning skólastjóra einhver mikilvægasta og afdrifaríkasta ákvörðun sem tekin á vettvangi hvers skóla. Sú ákvörðun snertir ekki aðeins nemendur og framtíð þeirra, heldur einnig foreldra, starfslið viðkomandi skóla og í raun allt hverfið sem skólinn þjónar. Í grunnskólalögum segir að skólastjóri sé forstöðumaður grunnskólans, stjórni honum, veiti faglega forystu, beri ábyrgð á starfi skólans, gagnvart sveitarstjórn og stuðli að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins. Hlutverk skólastjórans er síst ofmetið, enda augljóst að góð skólastjórn er forsenda góðs skólastarfs. Þegar vel tekst til er skólastjóri óumdeildur leiðtogi sem stjórnar skólanum af festu en sanngirni og á stöðugt frumkvæði að umbótum. Hann á gott samstarf við starfslið skólans, nemendur, foreldra og aðra íbúa viðkomandi hverfis. Lætur sér varða hag allra nemenda og leitast við að tryggja að þeir taki stöðugum framförum í námi og að þeim líði vel í skólanum. Góður skólastjóri hrífur einnig starfslið skólans með sér og styður við þá sem vilja bæta sig í starfi. Fleira má vissulega nefna en ef til vill er einfaldast að orða það með eftirfarandi setningu. Öllum mönnum komandi til nokkurs þroska, segir í Heimskringlu skólamannin Erling Skjálksson á Sóla og hið sama má auðvitað segja góðan skólastjóra. Og hér í borginni Reykjavík eru fjölmargir góðir skólastjórar sem sinna starfi sínu af metnaði og fagmennsku. Aldrei dytti mér þó í hug að neita því að dæmi eru til misheppnaðar ráðningar. Í kerfið okkar er þannig að við ráðum skólastjóra inn í það og þeir eru eftir það þá eru þeir svona í raun alltaf því ævi ráðnir og það má auðvitað ímynda sér í slíku kerfi þá getur komið fyrir að það sé einhver sem þurfi að fara ef svo má segja og þess vegna en kerfið er ekki þannig, kerfið er þannig að rauninni menn halda sinni í skólastjóru stöðu meðan þeir vilja sjálfir og þess vegna skiptir auðvitað mjög miklu máli að það sé vandað til ráðningar og hún sé gerð í sátt við sem flest aðila. En auðvitað er ekki til neitt kerfið en einn atvinnugrein þar sem allar ráðningar stjórnenda hafa heppnast fullkomlega og hið sama á auðvitað við þessa stétt. Nú, ég hef aðeins verið að kynna mig hvernig staðið að ráðningum skólastjóra erlendis og maður þurfti ekki að eyða miklum tíma í þá leit þegar maður sá að hér í Reykjavík erum við mjög aftarlega á merinni þegar kemur að samráði við foreldra, sérstaklega varðandi svona stóra ákvörðun sem er ráðning skólastjóra. Einhver stærsta ákvörðun sem er tekin á vettvangi skólans. Nú, í framsæknum skólakjörum erlendis hefur markvisst verið unnið að því á undanförnum árum að auka áherslu á samráð við foreldra og nemendur mótun skólastarfs. Víða er haft mikið samráð við þessa aðila þegar kemur að þeirra mikilvægu ákvörðun að velja nýjan skólastjóra. Aðferðirnar við slíkt samráð eru auðvitað margar og misjafnar. En það eiga það sameiginlegt að öllum foreldrum er gefið tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri í ráðningarferlinu áður en endanlega ákvörðun er tekin. Það vinnulag þekkist til dæmis víða erlendis að efnt til fundar sem opinir öllum foreldrum viðkomandi skóla. Á þann fund er einnig boðið þeim 3 til 5 einstaklingum sem helst koma til greina í þetta starf og þeir fá tækifæri til að kynna sig á stefnumál sín fyrir foreldrum þeirra barna sem þeir sækjast eftir að þjóna. Að kynningu lokinni hverja umsækjendur á fundi en umræður halda áfram milli foreldranna og þeirra sem fara með ráðningarvaldið, til dæmis skólanefnd, skólans eða sveitarfélagsins eða þeirra embættismanna sem annast viðkomandi ráðningu. Þar er foreldrum auðvitað heimilt að lýsa skoðun sinna á því hvaða umsækjandi sé hæfastur eða hvaða eiginleika sé mikilvægast að hafa í huga miðað við umræður viðkomandi skóla. Handhöfum ráðningarvaldsins er ekki skylt að fara eftir athugasemdum foreldra en hljóta að einhverju leyti að hafa það til hliðsjónar við matsett á umsækjendum skólastjóra stöðuna. Þetta er mikilvægt atriði því ég hef tekið eftir að
þegar að þetta mál hefur komið til umræðu þá hafa sumir gefið í skyn að við sjálfstæðismenn séum að leggja hérna til einhverja að það er að fara fram einhver kosning skólastjóra, það sé verið að taka upp eitthvað sko gamla íslenska prestkosningakerfið að það fara út í eitthvað kerfi og kjósa skólastjóra. Það er alls ekki verið að leggja það til. Það er verið að leggja til að valdið sé óbreytt, að ákvörðunin sé óbreytt í höndum skólaráðs eins og nú eru menn að tala fræðslustjóra, embættismanns, en foreldrum sé gefinn kostur á að koma og eiga samráð. Og það er þess vegna sem við viljum koma á raunverulegu samráði við foreldra vegna skólastjóra ráðninga með svipuðum hætti og hefur gefist vel víða erlendis. Sums staðar erlendis hefur þetta samstarf verið víkkað út. Mér finnst það spennandi líka. Sums staðar erlendis, það er algengt þegar á að ráða skólastjóra að það er jafnvel haldinn sérstakur vinnudagur þar sem nemendur og starfslið skólans því er skipti í hópa og báðir hópar fá kynningu á þeim kandidötum sem helst koma til greina. Það er ekki verið að tala um alla umsækjendur, heldur við erum að tala um stuttalistan þegar það er búið að fækka umsækjendum niður í kannski þá 35 sem helst koma til greina. Þeir koma á fund bara eins og þennan, þeir kynna annars vegar kynna sér fyrir hópi nemenda, hins vegar kynna sér fyrir hópi starfsmanna, kennara og starfsmanna. Síðan fara menn í einhverja vinnahópa og koma með ályktun út úr þeim og síðan kvöldið þá er foreldraboðafund og það fer sams konar prósess fram þar eða sams konar aðferð fram þar. Þannig að þegar að þeir sem fara með ráðningavaldi taka endanlega ákvörðun þá eru þeir í rauninni með umsögn frá þremur hópum, þremur mismunandi hópum sem er skila hver í sínu lagi. Það er að segja frá foreldrum, starfsmönnum og síðan nemendum. Mér finnst þetta afskaplega spennandi og það er mjög algengt að í þeim skólum erlendis þar sem það er áratuga hefð á bak við það að foreldrar fá að tjá sig skólastjóraráðninga með þessum hætti. Þar eru menn að víkka þetta út og einnig að hleypa starfsliði skólans ásamt viðkomandi nemendum. Og þetta er svona sú þróun sem við sjálfstæðismenn sjáum fyrir okkur. Þetta er æskilegt að stefna í þessa átt. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er auðvitað aukið lýðræði og aukið samráð og þetta ætti rauninni að ríma vel við áherslur núverandi meirihluta árinni síðasta meirihluta líka í borginni sem höfðu mjög stór og mörg orð uppi um það í sinni stefnuyfirlýsingu að það er að auka lýðræði og svo ég leyfi mér að vitna í samstarfssáttmála meirihlutans með leyfi forseta. Gagnsæi og aukið íbúalýðræði er eitt af meginverkefnum kjörtímabilsins. Markmiðið er að auka traust, bæta upplýsingamiðlun og hvetja til lýðræðislegrar þátttöku. Og það segir einnig, síðast en ekki síst viljum við að það sé ekki bara okkar vilji sem gildi, þetta segir meirihlutinn. Við viljum efla lýðræði svo að kraftar allra borgarbúa nýtist við stefnumörkun og ákvarðanatöku hins opinbera. Við hlustum á alls konar raddir og sköpum þeim vettvang. Með opnari stjórnsýslu verður samræðan upplýstari, ákvarðanatakan skilvirkari og sáttin meiri. Og það er komið inn á þetta í samstarfsyfirlýsingunum í ýmsum hætti. Þess vegna þá fannst okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokks það slæmt að þegar við lögðum fram þessa tillögu fyrst í skólaráði, skólafrístundaráði og síðan í borgarráði að fulltrúar meirihlutans felldu tillöguna. Við vildum þess vegna koma hingað í borgarstjórn og fá umræðuna hér. Ég vona sem flestir fulltrúar meirihlutans tjá sig, ekki síst þeir fulltrúar meirihlutans sem tala á tyllidögum um auka þurfi lýðræði og hleypa fleiri borgarbúum að ákvörðunum. Þarna væri tvímælist hægt að gera það. En tilefni þess að við lögum þessa tillögu fram núna er það að meirihlutinn rauninni er að þrengja aðkomu að skólastjóraráðningum. Hann lagði fram tillögu sem við greiddum ekki atkvæði gegn, við sátum hjá, okkur fannst hún ekki bara alveg stefna í rétta átt. Það sem lagt var til og var samþykkt að í stað þess að skóla- og frístundaráð samþykkti ráðningu skólastjóra eins og hefur verið áratuga skeið, þá sé það vald falið fræðslustjórunum eða sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs.
og mér fannst það slæmt að því leyti að þar með hafa kjörnir fulltrúar, þeir hafa ekki lengur aðkoma sjálfri ráðningunni, þar með rauninni fækkar þeim sem hafa eitthvað lítið hönd í bagga þegar skólastjóri er ráðinn. Fulltrúar meirihlutans hafa svolítið reynt að stilla sig þannig upp þessar ákvörðun eins og það sé verið að draga úr pólitískum ráðningum. Ég held að engum detti í huga að halda því fram að skólastjórar hafi verið ráðnir hér pólitískt hérna í Reykjavík, að minnsta kosti ekki meðan sem hér situr hefur sittið í borgarstjórn. Það hefur verið þannig í áranna rás að fræðslustjórinn eða sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs, hann hefur gert tillögu þetta til skóla- og frístundaráðs og ég man ekki eftir, ég held að tillaga fræðslustjórans hafi alltaf verið samþykkt. Ég man ekki eftir neinu tilviki þess að það hafi verið samþykkt annar maður í starf heldur en sá sem fræðslustjórinn hefur lagt til hverju sinni. Og þá má fara rök fyrir því að það sé einmitt faglegri ákvörðun að taka þegar að kjörnir fulltrúar koma að henni, vegna þess að þeir hafa miskusti þá tækifæri til þess að rýna málið áður en viðkomandi er ráðinn, betur sjá augu en auga, og við höfum ekki litið svo á að með því að fækka þeim þannig sem koma að ráðningunni að þar með væri verið að gera hana faglegri. Hið gagnstæða gæti þess vegna gerst, og því að auðvitað eru hér fjölmargar ákvarðanir sem eru teknar í borgarkerfinu sem er búið að vinna í hendur kjörinna fulltrúa og þeir blessa síðan ákvörðunina. Ákvörðunin verður ekkert ófaglegri fyrir vikið. Við tökum fjölda mikilvægra ákvarðanir í skóla- og frístundaráði sem eru tillögur sem komið í rauninni frá embættismönnum unnar af þeim. Það verður ekkert ófaglegri eða pólitískari rauninni við það að við blessum ákvörðunina. En þetta mætti hafa mörg orð, en eins og ég segi, við gerðum ekki athugasemd við það í sjálfu sér. Það er ljóst að fræðslustjórinn mun fara með þetta ráðningarvald þegar að breytingin gengur í gildi, ég held að sé 1. maí eða 1. júní. En engu að síður þá væri mjög auðvelt að auka samráð við foreldra skólastjóraráðningar. Ég segi foreldra núna og vonandi mun það gefast svo vel að það verði hægt að gera það, þróa það þannig að það yrði líka nemendur og starfsmenn seinna. En mjög æskilegt að byrja á foreldrunum. Það hefur verið ánægjulegt að sjá hérna í borginni hve foreldrastarfi hefur víða farið fram á undanförnum árum. Það er auðvitað misjafnt eftir hverjum skóla. Sums staðar er ekki gott, en ég fullyrði að í flestum skólum borgarinnar er kominn nokkuð stór hópur foreldra sem lætur sig skólastarfið mikið varða og hefur skoðanir á því hvernig það fer fram og á í stöðugu samtali við skólastjórann. Þetta samtal á sér staðurinni bæði svona með formlegum hætti á vettvangi foreldrafélagsins og í skólaráðinu. Þó er það þannig í skólaráðinu, það er kannski ekki eins mikill foreldravettvangur eins og það átti að vera upphaflega vegna þess að í því sitja 9 manns og þar að veru bara 2 foreldrar. Meirihlutinn ráðinu skipaður skólastjóra og kennurum og rauninni starfsliði skólans. Þar eru líka nemendur sem þetta mjög gott þegar það er hægt að hlusta á raddir þeirra, en ég held að reynslan hafi sýnt okkur að það er kannski ekki allsstaðar sem verða mjög gagnrýnar umræður við slíkar aðstæður þegar skólaráðið er skipað þannig. Hins vegar á vettvangi foreldrafélagsins þar sem er eingöngu foreldrar að ræða og þeir fá skólastjóra eða kennara til skrafs og ráðgjara við sig. Það getur umræðan orðið miklu hreinskilnislegri og jafnvel gagnrýnin á köflum. Og það er eitthvað sem ég held að við þurfum. Við þurfum gagnrýna umræðu skólamál og ég held að vera mjög til bóta að foreldrar hafa auðvitað skoðun á því hvernig skólastjórinn þeirra stendur sig og við verðum bara vör við það daginn í þeim skólastjóraráðningum sem standa enn yfir. Það er verið að ráða skólastjóra eða nýbúið að ráða skólastjóra í 5 grunnskóla í Reykjavík. Að foreldrar hafa skoðanir, þeir veltaði fyrir sig hverjir umsækjendur séu, við borgarfulltrúar fáum fyrirspurnir og það hefur verið svo fínt fyrir mig daginn bara þegar maður fékk fyrirspurnir frá foreldrum varðandi skólastjóra. Foreldrar búin að frétta hvernig er þessi, hvernig er hinn, þarna eru 20 umsækjendur, hver af þeim er hæfastur. Það hefur verið svo fínt að
geta beint slíkum umræðum inn á fund eins og þann sem tíðkast mjög við erlendis, þar sem menn eiga samráð, þar sem foreldrar eiga samráð við ráðningarvaldið, velta fyrir sér hvers konar skólastjóra viljum við og hver af þessum 4-5 umsækjendum er hæfastur, hver er líklegastur til að láta gott að sér leiða. Og það til dæmis mjög algengt að í slíkum tilvikum þegar kannski eru gefinu 5 nöfn sem komið til greina og margir hafa starfað við skólastjórn áður, eins og gefur að skilja, annarkvort fyrir skólastjórar í öðrum skóla eða aðstoðarskólastjórar eða deildarstjórar, þá mjög algengt að foreldrafélög þau kanni málin hjá viðkomandi foreldrafélagi þar sem viðkomandi starfaði áður, kanni orðstýring, kanni hvernig hann hefði staðið sig og það er auðvitað ekkert af því. Og síðan gefur skóla, eftir að líka fundur átt sér stað, þá gefur viðkomandi foreldrafélag umsögn um ráðninguna, og hún getur með ýmsum hætti, hún getur verið með þeim hætti að það sé beinlínis lagt til að ráða einhvern ákveðin einstakling, Jón eða Gunnu, í viðkomandi starf. En hún getur líka verið raunni án meðmæla með ákveðnum einstaklingi, heldur bara með almennum orðum það að það sé ekki mælt með neinum einstaklingi, en það sé talið að í ljósi þeirra aðstæðna sem sé í skólanum, þá sé æskilegt að þessi viðkomandi skólastjóri sem verið ráðinn, hann hafi meira af þessu og minna en hinu, hann hafi sérstaklega eiginleiki af hver ákveðnu leyti, sem gæti verið mjög gagnlegt fyrir þann sem fer með ráðningarvaldið, hvort sem það er skóla- og frístundaráð eða fræðslustjórinn í Reykjavík, að hafa til hliðsjónar þegar er ráðið í stöðuna. En best ítrekað, þetta er ekki kosning, þetta snýst ekki það að efna til ófriðar og leiðinda kosninga, og ég spurti það sérstaklega og mér skilst að erlendis þá þeir sem fara með ráðningarvalið, þeir átti sig algjörlega á því og séu alveg þaulvanir að sjá í gegnum það ef það er reynt að misnota slíka samráðsfundi til þess að hleypa af stað einhverri óeðlilegri kosningabaráttu viðkomandi starf. Til þess er það ekki og menn auðvitað ráða síðan samkvæmt bestu samvisku, besta hæfasta einstaklingin í starfið, en láta auðvitað ekki slíkar umsagnir, láta þær ekki stöðva sig. Og þess ber að geta, í sjálfu sér, hérna er lagt til breytinga á samþykktum skóla- og frístundaráðs. Í sjálfu sér held ég að þessi breytinga á samþykktum ráðsins, hún þyrfti ekki að koma til. Ég held í sjálfu sér að ráðningarvaldinu, skóla- og frístundaráði eða fræðslustjórunum, honum sé bara heimilt að eiga samráð við hvert sem er. Hann geti þess vegna haft samráð við sóknarnefndina á Kópaskeri ef honum biði svo við að horfa ráðningu skólastjóra í Reykjavík. En menn geta bara farið í það samráð sem við vilja, og við sjáum það bara, það er nýlega dæmið það úr einum skóla hér í borginni, þar sem á eftir að ráða skólastjóra, réttarráðsskóla, að þar hafa bæði, held ég, starfsmenn og nemendur sent frá sér ályktun hvor í sínu lagi þann skólastjóra sem þeir telja hæfastan í starfið, og auðvitað okkur ekkert óheimilt að eiga það samráð. Auðvitað tekur bara fræðslustjóri brósandi á móti slíkum athugasemdum, hvort sem þær koma frá foreldrum eða nemendum. Fyrir mann að vera slíkt er óheimilt, slíkt er auðvitað alls ekki óheimilt, og ég tel það bara mjög æskilegt að menn eigi slíkt samráð, en ég held að það sé mjög æskilegt fyrir okkur í borginni að koma því í fastar skorður, góðan farveg, þannig að fólki sé ljóst að það er rétt á þessu samráði og haldast líka fundi með föstum hætti, og slíkt hefur verið gert víða erlendis, ekki síst í engilsaxnesku skólakerfi, til dæmis í Englandi áratuga skeið. Þegar maður spyr það, þá kvámenn þegar maður spyrir að því hvort að slíkt hafi valdið einhverjum ófríði. Menn þekkja það ekki, þetta er auðvitað síðan fólk sem kemur á slíka samráðsfundi. Það er ekkert endilega vel mætt á, það er ekkert endilega allir foreldrar sem koma, þetta er bara eins og við þekkjum borgarfulltrúar, það er verið að ræða skólamál í einhver ákveðnu hverfi, jafnvel stóru mál, og það mætu auðvitað ekki allir foreldrar, maður þakka fyrir að maður nær 30% mætingu hjá viðkomandi foreldrum. Það eru þeirri foreldrar sem láta til sín taka, sem mæta og eru tilbúin að taka umræðuna. Og ég held að sé ekki við hæfi að við séum lengur eftirbátur annarra framsækinna skólakerfa að þessu leyti, heldur tökum upp þessa aðferð varðandi samráðsfundi sem hefur gefist svo vel víða annars staðar.
Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir er næst á mælendaskrá. Forseti góðir borgarfulltrúar, í aðalnámskrá frá 2011 segir með leyfi forseta: velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna. Eigi gott samstarf við skóla, veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi frá upphafi til loka grunnskóla. Upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð kennara og foreldra nám og kennslu er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Skólar bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og þáttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna. Forseti, með þetta í huga ætti það vera sjálfsagt og eðlilegt að foreldrar hefðu eitthvað það að segja hvaða skólastjóri er ráðinn í skóla barna þeirra. Það getur nefnilega skipt máli þegar að velja á milli hæfra umsækjenda hvaða skólasýn þeir hafa og að sú skólasýn samrýmist þeim hugmyndum og áherslum sem foreldrar vilja sjá í skólastarfinu. Því minni ég á að það jú fyrst og síðast foreldrarnir sem bera ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna og greiða fyrir skólagönguna með útsvari sínu. Forseti, það er ekki nóg að við hafa sýndarsamráð eins og meirihlutinn hefur stundað í hverju málinu á fætur öðru og það er löngu tímabært að meirihlutinn standi við þau fyrirheit sín að gera stjórnsýsluna opnari og auka aðkomu íbúa að ákvarðanatöku í meira mæli. Hér er tækifæri fyrir meirihlutann til að sýna að hann meini eitthvað með þessum orðum sínum með því að styðja tillögu okkar sjálfstæðismanna að foreldrar fá að taka þátt í ráðningu skólastjóra, enda er það ein mikilvægasta ákvörðun sem tekin í hverjum skóla. Þannig væri komið á virku samstarfi foreldra og skóla og stjórnsýslan yrði opnari. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá er Skúli Helgason næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi. Forseti, virðulega borgarstjórn. Við ræðum hér tillögu sjálfstæðismanna aukið samráð við foreldra varðandi skólastjóraráðningar í borginni. Tillagan sem hér er til umræðu, hún var fyrst lögð fram á fundi skóla- og frístundaráðs 1. apríl síðastliðinn í framhaldi af tillögu sem við í meirihluta ráðsins lögðum fram þess efnis að frá og með 1. júní næstkomandi verði ráðning skólastjóra og leikskólastjóra ekki lengur á hendi ráðsins, á hendi pólitískt kjörinna fulltrúa, heldur fagsviðsins, skóla- og frístundasviðs og sviðsstjóra þess, sem að taki þá ákvarðanir í framtíðinu slíkar ráðningar að loknu ítarlegu og faglegu ráðningaferli. Ég tel rétt að fjalla nokkuð tillögu meirihlutans áður en ég kem að tillögu sjálfstæðismanna til þess að setja þetta mál í samhengi. En legg áherslu á það að tillaga okkar í meirihlutanum í samræmi við ábendingar úttektarnefndar borgarstjórnar sem að gagnrýndi á sínum tíma að núverandi fyrirkomulag væri til þess fallið að auka hættu á að pólitísk sjónarmið en ekki fagleg bréðu för við ráðningar skólastjórnenda. Úttektarnefndin taldi vera ósamræmi í því hvaða aðili bæri ábyrgð á ráðningu starfsmanna í stjórnsýslunni og það bæri þess merki að pólitísk sjónarmið kæmu til álita við ráðningar þessara starfsmanna. Þessu til viðbótar má benda á að með tillögu meirihlutans verið að skerpa á því megin hlutverki fagráðanna að þau eigi fyrst og fremst að sinna stefnumótun og eftirliti með því að samþykktum og stefnumörkun sé framfylgt. Það er alveg klárt að sú tillögun að fagráð eins og skóla- og frístundaráð beri sjálft ábyrgð á ráðningu lykil starfsmanna eins og skólastjórnenda grefur undan trúverðugleika ráðsins sem eftirlitsaðila með embættismönnum sviðsins og störfum þeirra.
Með breytingu á samþykkt skólafrístundaráðs ráðningar skólastjórnenda í leik- og grunnskólum þar af leiðandi verið að skerpa enn frekar á faglegum ráðningum og tryggja að pólitísku geðþótti ráði ekki för. Ávallt skal ráða hæfasta umsækjandann og skulu ákvarðanir ráðningu grundvallast á lögmætum sjónarmiðum. Það er líka áhugavert að glugga í greinargerð með frumvarpi til gildandi sveitarstjórnarlaga sem varð að lögum 2011. En í 57. grein lagana segir að sveitarstjórn ráði starfsmenn í æðstu stjórnunarstöður hjá sveitarfélagi en framkvæmdastjóri, í þessum tilviki sviðsstjóri, ráði aðra starfsmenn enda hafi sveitarstjórn ekki ákveðið annað. Í greinargerð með frumvarpinu fjallað nánar það hvaða aðilar teljist til æðstu stjórnenda og síðan segir orðrétt með leyfi forseta: Í allra minnstu sveitarfélögunum gæti þannig verið að í þann flokk fjalli framkvæmdastjórinn og skólastjóri grunnskóla en ekki aðrir. Í flestum sveitarfélögum mundi þó skólastjóri grunnskóla ekki falla í flokk æðstu stjórnenda. Með öðrum orðum hér gefið skýrt til kynna af löggjafana að það eigi ekki að vera á hendi pólitískt kjörinna fulltrúa að ráða skólastjóra í grunnskólum. En hvað þá með aðkomu foreldra? Hún engin í dag? Nei, þvert á móti, hún einmitt tryggð í núverandi ferli og hefur nýlega verið aukin. Og ferlið með þeim hætti að skrifstofustjóri í fagskrifstofu, hvort sem að það leikskóla eða grunnskóla, fer á fund skólaráðs þar sem að sitja 2 fulltrúar foreldra, nú eða í tilviki leikskóla foreldraráðs, kynnir þeim ráðningaferlið og gefur fulltrúum í skólaráði eða foreldraráði tækifæri til þess að koma með tillögur hæfniskröfur og einstaka áhersluþætti sem að fram skuli koma í auglýsingum stöðu viðkomandi skólastjóra eða leikskólastjóra til viðbótar því sem að lög gera ráð fyrir. Tillaga sjálfstæðismanna, hún gerir ráð fyrir því að það sé bætt við ýmsum atriðum í þetta ferli og það séu haldnir opnir fundir með foreldrum þar sem að umsækjendur komi fram og þurfa að gera grein fyrir sínu máli og sett verið inn heimild til umsagnar umsækjendur þar sem að skólaráðin eða foreldraráðin geti þá lýst yfir skoðun á því hvaða umsækjandi sé hæfastur eða skuli ráðin. Það rétt hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að þessi tillaga hefur verið gagnrýnd á þeim forsendum að hún í raun og veru breyti eðli skólastjóra ráðninga og opni fyrir að þær verði gerðar að eins konar vinsælda kosningu. Hann lýsti því hins vegar yfir hér í umræðunni á fundinum að tillagan miði ekki að því að breyta eðli ráðningaferlisins, valdið verði áfram óbreytt í höndum sviðsins eða sviðsstjóra ef að samþykktum verði breytt eins og meirihlutin gerir tillögu en foreldrum verði gefinn kostur á að eiga samráð. Tillagan ekki alveg skýr að þessu leyti en ég held að við getum tekið orð borgarfulltrúans trúanleg, en þá alveg ljóst að við þurfum að fara vel yfir það. Hverjar eru væntingar? Yrðu væntingar foreldra í þessu nýja fyrirkomulagi það til hvers samráðið eigi að leiða? Eru það foreldrarnir sem eiga að ráða för í ráðningum á stjórnendum leikskóla og grunnskóla eða ekki? Og þetta mikilvæg spurning að mínum mati ekki síst þegar við höfum í huga nýlega skýrslu skólasameiningar þar sem að ein megin niðurstaða skýrslunar það ferli sem að hér var uppi á síðasta kjörtímabili var að skilningur þeirra sem að stóðu fyrir sameiningunum annars vegar og bæði starfsmanna og foreldra hins vegar á tilgangi samráðsins hefði verið gjörólíkur og menn hefðu komið að þessu samráðsferli með alveg sitt hvora hugmyndina það til hvers samráðið átti að leiða og það hafi verið ekki síst grundvöllur þeirrar miklu óánægju sem að var í röðum foreldra og starfsmanna að einhverju leyti með þetta ferli. Ég tel því mjög eðlilegt leið og ég sammála því að við eigum að taka það alvarlega, það verkefni að auka samráð við foreldra í skólamálum almennt, að við þurfum að fara aðeins dýpra heldur en gert með þessari tillögu. Við þurfum að skilgreina betur hver tilgangurinn með samráðinu og vera vissum að skilningur aðila á því sé sá sami. Það væri mikil afturför að falla frá hinu faglega ráðningaferli og ég myndi alls ekki mæla með því. En hins vegar kann vel að vera að það sé tilefni og tóm til þess að auka aðkomu foreldra að þessu ferli
og skýra þá hlutverk þeirra betur en gert hefur verið. Og ég tel að það sé mikilvægt, og það í samræmi við stefnu meirihlutans, að við almennt aukum samráð við foreldra í skólamálum í borginni og lítum þá til beggja skólastiga, bæði leikskólans og grunnskólans. Með það í huga að auka aðkomu og áhrif foreldraráðana í leikskólum og skólaráða í grunnskólum þegar kemur að stefnumörkun og meiri háttar ákvörðunum sem varða skólasamfélagið. Þannig mætti til dæmis skoða hvort að styrkja megi enn frekar reglur og framkvæmd varðandi skilgreiningu hæfnisskilyrða í ráðningum af þessu tagi án þess að það grafi undan því faglega ráðningaferli sem að byggt hefur verið upp hjá borginni og ágætt sátt hefur verið um. Í framhaldi af þessu þá vil ég kynna hér breytingatillögur sem að við í meirihlutanum leggjum fram við tillögu sjálfstæðismanna sem að svohljóðandi. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggja til að settur verði á fót starfshópur á vegum skóla- og frístundasviðs sem fjalli það hvernig auka megi samráð við foreldra varðandi meiri háttar ákvarðanir sem tengjast skólahaldi í grunnskólum og leikskólum borgarinnar. Starfshópurinn leggi fram tillögur hvernig megi auka virkni og aðkomu skólaráða og foreldraráða að meiri háttar verkefnum í leikskólum og grunnskólum borgarinnar. Aðkoma foreldrafélagana verði jafnframt skoðuð. Starfshópurinn verði skipaður fulltrúum foreldra, skólastjórnenda, kennara og nemenda, auk embættismanna og sérfræðinga. Legg þessa tillögu hér með fram og vonast eftir áframhaldandi góðri umræðu þetta mál. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mér heyrist á öll að meirihlutinn ætli ekki að styðja þessa tillögu, heldur að vísa henni, heldur að stofna nefnd og vísa þessu til nefndarinnar. Ég verð hins vegar að segja það bara hér strax að mér finnst þessi breytingartillaga, ef breytingartillögu skyldi falla, mér finnst hún liggja mjög langt frá rauninni hinni upphaflegu tillögu. Upphaflega tillaga snýst mjög skýra breytingu á samþykktum skóla- og frístundaráð og var í felld í skóla- og frístundaráði en að koma með breytingartillögu að settur verður á fót starfshópur sem eigi að fjalla almennt hvernig auka megi samráð við foreldra varðandi meiri háttar ákvarðanir og svo framvegis. Mér finnst það ekki vera góð fundartaktík hjá meirihlutanum. Nú er það þannig tillaga stofnun starfshópsins að ég myndi svo glaðvilja að styðja þessa tillögu en ég á erfitt með að styðja og við sjálfstæðismenn sem breytingartillögu þegar það er greinilega verið að skjóta niður mál sem við erum með ákveðna tillögu Ég hvet og eins og ég segi, mér finnst það mjög langt seilst og ég eiginlega efast að rauninni að þessi breytingartillaga sé tæk vegna þess að hún er svo langt frá efni upphaflegu tillögunnar. Þannig að ég held að ef að meirihlutinn vill ekki samþykkja þetta, þá held ég að færi miklu betur á því að meirihlutinn myndi bara fella tillöguna eins og hann gerði í skóla- og frístundaráði og þá held ég að við sjálfstæðismenn ættum bara mjög auðvelt með að samþykkja hina tillöguna því hún er bara nokkuð góð út af fyrir sig en það er auðvitað erfitt og ég held að geta alveg nátt sátt það að samþykkja þá tillögu en það er auðvitað erfitt að samþykkja tillögu þótt góð sé þegar meginmarkmið tillögunar er greinilega að fella tillögu okkar sjálfstæðismanna þetta ákveðna efni. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar borgarfulltrúi Skúli Helgason andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég held að sé sjálfsögðu engin þörf á því að leggjast í einhverja djúpsálarfræði yfir tilgangi tillögunar. Hún er mjög skýr og tilgangurinn er þessi að fara yfir svið og skoða meiri háttar ákvarðanir sem að tengja skólahaldi í borginni, bæði í leikskólum og grunnskólum og finna leiðir til þess að auka aðkomu og virkni foreldra í borginni að þeim. Og ráðningar skólastjóra og leikskólastjóra eru mikilvægar ákvarðanir sem að teknar í skólamálum í borginni og væri undir þeim formerkjum, en mjög margt annað kemur líka til álita og ég endurtek það sem ég nefndi áðan. Það eru fjölmörg verkefni sem að
bíða okkar. Ég held að eitt af þessum verkefnum sé einmitt að skilgreina nánar hvar liggja mörkin á milli foreldrafélagana annars vegar og skólaráðana hins vegar í grunnskólunum. Skólaráðin hafa mjög skýrt lögbundið hlutverk, en það hefur lengi verið í umræðinu og kannski hefur ekki nægilega mikið verið gefinn gaumur að því verkefni að við þurfum að skilgreina nánar til hvers ætlast af foreldrafélagunum sérstaklega. Og ég held að það væri eitt af verkefnunum sem að væri gott að fara í þessu tilliti. En það er engin tilgangur með tillögunni annar en sá að við leggjum sameiginlega í þessa vinnu og ég vona að við getum náð samstöðu það. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að þurfi engar djúpsálarfræði til að útskýra hvað eiga sér stað á fundinum. Hins vegar geta menn talað bara almennt fundartæknifræði og svona pólitíska aðferðafræði. Og þá verði ég að segja það. Mér finnst það mjög aumt þegar að liggur hér fyrir borgarstjórn mjög skýr tillaga ákveðið málefni að vilja ekki ganga hreint í verk og fella tillöguna, heldur fara þá leið einhvern veginn að koma með svokallaða breytingartillögu sem þó allt annars eðlis heldur en upphaflega tillagan. Það alveg ljóst að tilurð breytingartillagna í fundarsköpum. Breytingartillögur eru ekki til í þeim tilgangi að fella aðra tillögur, heldur þær eru til þess að ef til dæmis fundarmenn geta vilja breyta tillögu með smá breytingu, áorðinni breytingu, þá sé hægt að leggja fram breytingar á þessari tillögu. En við sjá það allir sem kunna að lesa að hér nýja tillögu að ræða hjá meirihlutanum. Það er ekki verið að breyta 1, 2 eða 3 efnisatriðum í upphaflegri tillögu Sjálfstæðisflokksins. Það er bara verið að leggja fram nýja tillögu í rauninni annað efni og að því sögðu get ég alveg tekið undir það að ég svolítið meira en tilbúin til að fara í slíka vinnu og tel að þetta sé mörgulega bara góð tillaga, en þetta önnur tillaga en svo sem liggur hérna fyrir. Og ég segi ég geti bara vel samþykkt tillögu meirihlutans, mér líst bara vel á það. Ég held að við varum bara tilbúin að samþykkja hana þessum fundi og myndum hlakka til að fara í slíka vinnu, en það er svo greinilegt að það bara verið að hún snertir ekki efni þeirra tillögu sem liggur hér fyrir. Þannig að ég verið að segja ef að meirihlutin fer þessa leið þá tel ég það mjög aumt og nánast fundatæknilegt ofbeldi sem liggur þá í því. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar borgarfulltrúi Skúli Helgason andsvari öðru sinni. Já, forseti, virðulegu borgarfulltrúar, ég lít þannig á að báðar þessar tillögur í kjarna sínum fjalla þann vilja að auka samráð við foreldra í skólamálum í borginni. Og síðan munurinn á þeim sá að það annars vegar þröngt sjónarhorn, eingöngu á skólastjóraráðningar og hins vegar víðara á mikilvægustu ákvarðanir sem að teknar eru í málaflokknum. Mér heyrist vera efnislegu grundvöllur fyrir samstöðu mála og ég hveti þess að við horfum á það fremur en að týna okkur í fundatæknilegum atriðum. Það ekki að mínum að einn ástæða til þess að fella tillögur sem að sjálfstæðismenn hafa hér borið fram. Tilgangur hennar að auka samráð við foreldra. Við erum að taka undir að það mikilvægt efni, en teljum að það sé tilefni til þess að skoða bæði nánar aðkomu foreldra að ráðningunum, en ekki síður að fara vel yfir málaflokkinn bæði í grunnskólum og leikskólum og fara yfir það bæði hver vilji foreldrana sjálfra sína aðkomu og hvernig þurfum við kannski að styrkja regluumhverfið og samþykktirnar þannig að það sé alveg skýrt til hvers ætlast af þeim. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að gera stutta athugasemd enda búinn með andsvörin. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að sjái það allir sem kunna lesa þessar tillögur að þetta ekki breytingartillaga við upphaflegu tillöguna sem meirihlutin leggur fram. Þetta ný tillaga meirihlutans, en ég endurtek, þetta ekki slæm tillaga, þetta mögulega góð tillaga, en þetta bara önnur tillaga heldur en breytingartillagan.
Þannig að ég myndi bara fara þess að leita á að upphæðlega tillagan verði borin upp. Þetta séu 2 tillögur og svo verði bara hinn borin upp á eftir og ég segi ég alveg tilbúin að samþykkja hana. En ekki þannig að menn eiga mjög erfitt með að gera þetta svona. Þá má líka alveg hugsa sér þá leið að tillögunni verði vísað sko, ef menn vil ekki samþykkja tillögu Sjálfstæðisflokksins og sem svo sem ekki í fyrsta sinn, þá sé alveg fyrir mér að við getum samþykkt hina tillöguna og við getum vísað tillögu Sjálfstæðisflokksins til þessa hóps. En málið er það ef við gerum þetta meirihlutin vill, ef við samþykkjum breytingatillöguna, þá rauninni okkar tillaga, upphæðlega tillagan sem allt öðruvísi, hún þá dauð. Ég væri til í að ræða það að framlengja lífina með þeim hætti að afgreiða hann ekki hér, heldur þá afgreiða með þeim hætti að vísinni þá til þessa hóps sem ég held að allir getur sameinast að yrði stofnaðir þá með tillögu hér á fundinum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að gera stutta athugasemd og þá andsvörum lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Ég kvaddi mér hljóðs hérna þegar Skúli Helgason var svona hálfnaður með sitt mál og vissi sérst ekki af málsmeðferðartillögunni sem hann var að koma fram með. En ég mitt ánægilegt að taka eftir því að hópurinn bara svona nokkuð sammála mikilvægið á þessu. Og mér langaði einmitt og það var gott að Skúli fór yfir þessa sögu því það skipti máli að minnsta kosti eins og þetta var kynnt fyrir okkur í borgarráði raunverulega að það kemur breytingatillaga frá meirihlutanum með breyting á 10. greininni og þá kemur breytingatillaga frá Sjálfstæðisflokknum að hleypa foreldrum að sem raunverulega alveg í anda og stefnu meirihlutans. Ég velti aftur á móti fyrir mér hvort að stjórnkerfis- og lýðræðisráð hafi ekki haft neina umsögn í þessu máli. Þetta gæti nú einmitt verið svona stökkpallur fyrir það mikla og góða ráð að koma með innlegg inn í umræðuna aukið lýðræði foreldranna í vali á skólastjórnendum og eftir atvikum leikskólastjórnendum fyrir börnin sín. Ég skal samt alveg viðurkenna það að ég hef nú stundum fleytt fram að lýðræði sé svona falið fáræði. Því að ég sé einmitt fyrir mér að stjórnkerfis- og lýðræðisráð og skóla- og frístundasvið og þeir sem koma að því að móta þessa góðu tillögu aukið samráð foreldra þurfa einmitt að setja mjög skýrar reglur hvernig foreldrafélög starfa. Það að segja samþykktir séu hvernig foreldrafélög séu skipuð, hvaða vægi þau hafi, hvort þau verði lögbundið ályktun eða hvort hún sé bara svona frjáls. En svo einmitt hversu margir foreldrar það raunverulega sem að taka þátt og ég bara velti því upp. Það mjög mikið áreiti, það alltaf mjög mikið álag að vera foreldri í dag í Reykjavík. Og ég held að sé ákveðnu leyti meira álag að vera foreldri í Reykjavík heldur en út á landi. Því að hérna erum við með börnin okkar í skólum og síðan verið að keyra þau í frístund og það nú yfirleitt ekki heldur 2 frístundir. Og svo byrja allar jólaskemmtanir í desember og við erum alveg af steflin í pulsupartíin í maí þar sem pulsupartí hjá íþróttafélögunum og fimleikadeildunum og tónlistarskólanum og skólanum. Borðar engin pulsur, ekki foreldri pulsur út sumarið. Það sem ég að segja að ég kannski þetta foreldri sem myndi aldrei setja mig inn í að hafa áhrif inn í það að velja skólastjórnendur. En það klárlega einhver sem hafa mikinn áhuga á því og það bara vel. En ég var að hugsa ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn og meirihluti nái saman í þessari tillögu því að við styðjum hana, hún góð. Við höfum reyndar verið svona á báðum áttum með hana bæði í skóla- og frístundasviði og í borgarráði og það nú bara svo ofta að maður þarf að kynna sér og velta upp hlutunum og við munum styðja tillögu Sjálfstæðismanna í dag en ég vonast eftir að heyra frá stjórnkerfis- og lýðræðisráði með innlegg inn í þessa umræðu hérna í dag. Takk fyrir.
Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og borgarstjórn, það gaman að koma hingað í mitt gamla uppeldiskverfi sem er Breiðholt. Hér hefur margt breyst í Gerðubergi frá því að ég ólst upp. Gaman að sjá það. En það er líka gaman að akkurat í þessu samhengi sé minnst á ráðið það sem ég er með formennsku stjórn kyrrs- og lýðræðisráð, af því að nú er talið fara að berast að því að lyfta þessu á aðeins svona víðtækara plan og fara dálítið yfir samráðið við foreldra heilt yfir. Og nú erum við með það okkar starfsáætlun fyrir þetta ár sem við vorum að klára að samþykkja í gær og við erum væntanlega kynnt fyrir borgarráði bráðlega. Þar er með fyrir þetta ár munum við fara út í það að móta svona samráðsreglur eða einhvers konar almennilegar leiðbeiningar fyrir stjórnsýsluna. Svo erum við að íhuga vegna þess að ég var nú bara nýlega að komast að því að Garðabær og Mosfellsbær eru búin að setja sér sérstakar lýðræðisstefnur. Það er annað sem við ætlum að fara út í. En varðandi þetta sérstaklega þá gerir ég fastlega ráð fyrir að við munum allavega veita umsögn í þessu máli og verða dálítið innan handar þessa stefnumótun sem er, eins og ég segi, og tek undir, mjög mikilvægt að fara dálítið heilt yfir hvert hlutverk skólaráðana og foreldrafélagana á að vera í þessum efnum, af því að þetta er svolítið stór spurning. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið að veita andsvar og þá er andsvarum lokið og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi er næsta mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst það einhvern veginn svona augljóst markmið meirihlutans að ætla sér að svæfa tillögu okkar með því að koma með þessa breytingartillögu vegna þess að breytingartillagan snertir alls ekkert það efni sem okkar tillaga snýr að. Það er hvergi ávarpað í þessari breytingartillögu skólastjóraráðningar. Ég segi nú eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon að mér finnst þetta svona út frá fundarsköpum dálítið einkennilegt að viðhafa þessi vinnubrögð og átti í rauninni ekki von á því að afgreiðslan færi fram með þessum hætti og það er von mín að meirihluti sjái að sér á þessum fundi og standi við þau orð sín að auka samráð og aukið íbúalýðræði og opnari stjórnsýslu og styðji tillögu okkar. Og hún verði tekin hér fyrir á undan breytingartillögunni og ég segi líka eins og hér hefur komið fram hjá fleirum að tillaga meirihlutans er mjög góð að mörgu leyti en hún er bara allt annars eðlis en tillaga okkar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Var hún að biðja andsvar eða ræðu? Hún tekur til máls hér. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég skil alveg minnihlutann að finnast að sé verið að beita einhverja fundatækni til þess að svæfa mál. Mér finnst hins vegar breytingartillaga sú sem að Skúli Helgason talaði fyrir vera mjög góð vegna þess að mér finnst að málið þurfi betri skoðun. Mér finnst tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aðeins og rúm vegna þess að hún veitir foreldraráðum heimild til þess að gefa umsagnir í ráðningarferlinu. Ég er ekki viss að við eigum að gera það. Hins vegar finnst mér einmitt breytingartillagan sem Skúli talaði fyrir, Skúli Helgason borgarfulltrúi, vera góð vegna þess að hún lofar því að skoða málið með gerlegum hætti. Ég er búin að vera að hugsa svolítið það hvernig það væri ef maður hefði mjög marga í svona ráðningarferli og til dæmis 200 nemendur og segjum 100 foreldrar myndu koma á svona fund og hitta 3 umsækjendur og síðan myndu veita umsögn
en síðan yrði einhver annar ráðinn. Segjum bara að hópurinn myndi skiptast akkurat í þrennt, klofna, að það bara 100 af fundinum sem myndi vilja fá A og önnur 100 B og þriðja 100 C. Síðan C ráðinn. Hvað finnst öllum sem voru búin að heillast af A og B? Verða þeir einhvern tímann sáttir við C, þó að hann hafi verið talinn hæfastur og uppfylli öll skilyrði. Þannig að ég svolítið hrædd ef við veitum þetta umsagnarvald eða þó að sé bara heimild til þessara aðila, að þá verður svo erfitt að stjórna væntingum fólksins. Því að svona margir fara inn í þetta og sérstaklega börn sem að hrífast auðveldlega af hugmyndum og fólki, að þau kannski bara fara að halda með einhverjum einstaklingi sem síðan verður ekki ráðinn. Mér finnst þessi þáttur í tillögunni ekki vera nógu vel hugsaður, því að við verðum að geta tryggt að sá sem verði ráðinn, að hann verði sátt. Og það ekki víst að það verði sátt ef við erum búin að vera að hleypa börnum inn í einhverjar væntingar að þessi, sem kannski bara fyrrverandi íþróttastjarna, yrði skólastjóri. Segjum sér dæmi, það ekki óalgengt að þeir sem eru fremstir í íþróttum, þeir fara oft upp í svona uppeldisstörf og vilja kannski vera skólastjórar. Þetta ekkert óraunhæft. Þannig að ég eiginlega vil vera, samt skil ég alveg af hverju minnihlutin að tala núna fyrir því að við séum svolítið að nýta okkur breytingartækni til þess að reyna að svæfa mál, en í þessu tilfelli finnst mér það ekki eiga við, vegna þess að Skúli Helgason, borgarfulltrúi, segir það svo skýrt í sinni viðaukartillögu, sem ég náttúrulega ekki með fyrir fram að mig, að það sé vilji til þess að skoða þetta. En við verðum að passa að hleypa ekki, leik okkur ekki með væntingar og vonir hundruða barna og foreldra og samstarfsfólks, því að það verður alltaf bara einn ráðinn. Það bara þannig. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, var hann að biðja orðið? Já. Þá hann næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka þeim borgarfulltrúum sem hingað hafa komið upp og lagt orði í belg málið. Þegar maður hlustar á þetta þá heyrir maður ekki illa tala tillöguna. Það ekki, fólk kemur ekki upp og segja hún sé fáránleg og bara megi ekki þrífast, heldur það hjá meirihlutanum, það eru frekar jákvæð orðlátin falla að breyta þessu eitthvað, en svo kemur alltaf eitthvað en. Það svo erfitt út af þessu, þetta erfitt út af hinnu, það þarf að skoða þetta betur, þetta þarf að marinerast eða eitthvað slíkt En ég lít svo áhæruninni að sá tími sé á baki, við komum með þetta á síðasta kjörtímabili, þá lögðum við fram slíka tillögu og efndu þá til umræðu hana, þannig að ég held að í sjálfu sér hefur hún verið til umræðu hríð og mér er samt aðeins ber á því að borgarfulltrúar meirihlutans ekkurliti miskilji tillöguna. Skúli Helgason, formaður skóla- og frístundaráðs, hann fjallaði mikið í sinni ræðu þessar breytingar á ráðningarferlinu og bara ég lítið hvað einu sinni við gerðum ekki athugasemd við það og ég held að sé ekki rétt, ég held að í raun sé tvö aðskilin mál að ræða þó ég hef ekki greitt atkvæði með hinum málinu, hef ekki stuttað, þá svo langur vegur frá því að það sé eitthvað í þessi tillögu sem gefur til kynna að sé vera að falla frá faglegu ráðningarferli. Þetta eru tvö aðskilin mál, annars verður að taka ráðningarvaldið sjálft frá skóla- og frístundaráði og fela það fræðslustjóra algjörlega og þetta allt annað mál og þetta ég get alveg lofað ykkur því að það eru ýmsar leiðir við að ráða skólastjóra í heiminum, í framsæknum skólakerfum. Það geta verið skólaráð, það geta verið bæjarstjórnir, það getur verið skólaráð á vegum bæjarstjórna, það getur verið skólaráð innan viðkomandi skóla, það geta verið embættismenn viðkomandi sveitarfélags eins og verið að gera hjá okkur. En
Samt þá er gefinn kostur á þessu samráði og það er ekki talið neitt fyrir ófaglegt við það. Ég held að sé mér að talið faglegra að gefa foreldrum kost á slíku samráði. Og þegar að Skúli Helgason borgarfulltrúi sagði að aðkoma foreldra væri tryggð í núverandi kerfi, þá er ég að leyfa mér að vera ósammálanum. Og hann sagði hún var nýlega aukin, það er rétt. Hún var aukin eitt hænufet á síðasta kjörtímabili sem svar við tillögu okkar sjálfstæðismanna þetta efni. Við sjálfstæðismenn komum með tillögu það að gefa foreldrum kost á raunverulegu samráði við skólastjóraráðningar. Þá sá maður fyrir að það væri þá að erlendri fyrirmynd og með slíku fundarhaldi. Meirihlutinn því kjörtímabili hann skaut tillöguna niður en notaði þá það ráð til þess að setja hann í einhvern starfshóp sem var 1,5 ár að skoða málið. Kom síðan með tillögu það sem var mjög mikið gert með eins og það væri bara eitthvað algjört sem við sletti breakthrough í foreldrasamstarfi á Íslandi að þegar áriðin ráðningu skólastjóra og það á að fara að auglýsa starfið þá er farið með auglýsinguna fyrir viðkomandi skólaráð í grunnskóla og þar sem eru 2 fulltrúar og foreldrar af 9 og fólk í skólaráðinu gefinn kostur á að koma með tillögur eitthvað sem er sett inn í auglýsinguna. Embættismaðurinn sem kemur á fundur ráðsins og auglýsir eftir tillögum, honum er hins vegar algjörlega sjálfsagt sett hvort hann tekur eitthvað mark á þessum tillögum eða ekki. Og auðvitað leggur hann þetta upp, auðvitað segir hann þegar hann kemur, þá segir hann auðvitað ekki setja neitt varðandi þetta í auglýsingunni, ekki neitt varðandi hitt, hann ræður þessu á endanum. Og en gott og vel, þetta er þá hænufetti rétt átt að gefa mér kost á að sjá auglýsinguna, geta komið breytingartillögu við auglýsinguna áður en hún er sett í blaðið. En það að láta 2 kjörna fulltrúa foreldranna í skólaráði fá aðkomu, það er auðvitað langur vegur frá því að það sé eitthvað raunverulegt samráð sem öllum foreldrum í viðkomandi skóla er gefinn kostur á að taka þátt í með því að mæta á fund og ræða máli með öðrum foreldrum, öllum foreldrahópnum en mönnum býður svo við að horfa og að hitta kandidatana, hitta umsækjendurna sem er að sækjast eftir starfinu og fá kynningu á þeim. Og Skúli Helgason og Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi þau áttu það sammerkt og þau veltu mikið fyrir sér hverjar verða væntingarnar. Reynda fannst mér Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi svolítið misskilið að hún var að segja hverjar verða væntingar barnanna. Er þetta ekki svolítið erfitt að fá að þegar að það er mælt með A og B svo er sérráðin, verður þetta ekki erfitt fyrir börnin, verður það ekki bara brotin eftir slíka reynslu ekki hlusta á þau og þetta eru bara ágætispunktar, enda er ekki í tillögu okkar sjálfstæðismanna að vera að leggja til að börn fái þessa aðkomu. Ég gat þess bara svona aukritis, við erum fyrst og fremst í tillögunni, við erum að leggja til að þetta verði foreldrasamráð, að foreldrarnir fái að sækja slíkan samráðsfund. Við erum ekki að tala starfsmenn eða börn, en ég sagði hins vegar að víða erlendis, þar sem í áratugi hefur verið þetta foreldrasamráð, þar eru menn að þróa áfram þessa aðferð og eru líka að fara í starfsmanna- og barnasamráð. Það er ekki lagt til hér er Engilsland til foreldrasamráðið, svo getum við bara, það er sennilega bara rétt að taka eitt skref í einu, svo getum við bara seinna að sé til með hitt og horta á reynslu annarra skólakerfa í þeim efnum. Og Skúli Helgason borgarfulltrúi, hann gat gerði mikið úr því að í breytingartillögum meirihlutans þá var verið að líta til beggja skólastiga eins og það var bara verið að líta til eins skólastigs hjá okkur. En ég vil minna á það að í tillögu okkar þá tökum við fram að þetta gildi ráðningu í stöðu skólastjóra og leikskólastjóra. Þetta var vissulega álitamál. Auðvitað, mér skilst að erlendis þetta miklu algengar á grunnskólastiginu heldur leikskólastiginu og það var álitamál hvort að innleita líka á leikskólastiginu en eftir umhugsun þá ákváðum við að setja í tillögun okkar að þetta veri bæði skólastig, bæði skólastjóri og leikskólastjóri sem sagt við ráðninga þeirra. Svo ef menn myndi bara vilja taka annað skólastig þá má þetta ræða það en við leggjum til bæði skólastig. Og fulltrúar meirihlutans veltu svolítið fyrir sér eiga foreldrar ráða för, er það skynsamlegt? Og þá vil ég enn einu sinni taka fram þegar það er samráð þá ráða þeir ekki för. Þannig þetta er unnið á sviðinu, umsóknir skila sér til sviðsins, skóla- og frístundasviðs,
þar tekin út stuttilistinn, því shortlist, stuttilistinn tekin út og þar eru kannski 3 til 5 umsækjendur sem verða eftir þar og þannig að það er alveg ljóst á hvers forræði málið er. Síðan er farið í samráð með þennan litla hóp og foreldrar ráða náttúrulega aldrei fyrir þeim skilningi að sá sem tekur endalega ákvörðun nú eftir breytingu verður þá fræðslustjórinn. Ég treysti honum alveg til þess að sjá í gegnum ef þessi fundur fer út í eitthvað óæskilegt, samráðsfundur fer út í eitthvað óæskilegt kapplaup, eitthvað vinsælda kapplaup sem mér skilst að gerist ekki erlendis. Þar er engin reynsla, þar er ekki algengt að menn misnoti þessa fundi til þess að fara í eitthvað slíkt, hafa eitthvað óeðlileg áhrif. Þannig fyrst og fremst verið að tala um samráð. Við höfum samráð jafnvel smæstu atriði í skipulagsmálum. Auðvitað ég held að fólk gerir sér alveg ljóst eftir langan tíma að fólkið, að það eru kjörnir fulltrúar, það eru embættismenn og kjörnir fulltrúar sem ráða í rauninni í skipulagsmálunum, en það er samt mjög mikilvægt að við gefum fólkinu kost á samráði og ég fullir að það eru þetta er alls ekki minna sem er undir þegar við ráðum skólastjóra. Þetta er bara einhver mikilvægast ákvörðun sem við erum að taka í hvernig skóla fyrir sig eins og ég sagði hér áðan. Og það kom inn spurning, vangaveltu það hversu margir foreldrar taka þátt. Það er alveg rétt, ég hef spurt þetta, það er mjög misjafnt. Sums staðar þá er það innan við helmingur foreldrar sem tekur þátt í þessu. Stundum kannski mér skilst að þátttakan sé meiri eftir sem sveitarfélögin eru minni, en það er bara sem önnur mál, við þekkjum það bara af íbúafundum. Það er ekkert allir íbúar viðkomandi hverfi sem láta þessi málin varða og ekki í skólum, jafnvel þegar stór mál séu uppi. Við værum þá búin að gefa kost á þessu og skólastjóraráðningar eru svo mikilvægar að ég býst nú í því að ég ætla ekki að fulla það mæti allir foreldrar myndi mæta slíka samráðsfundi, ég er satt að segja efast um það, en ég held eins og að svona góður hópur myndi koma og góður hópur þeirra foreldrar sem svona helst láta skólamálin til sín taka kannski í viðkomandi skóla og væru þá mjög vel undir það búin að spyrja réttra spurninga og auðvitað standa þannig að málum að þetta fær allt samlega fram. Þannig að hér er alls ekki verið að leika sér held ég með einhverjar væntingar og vonir. Það er þetta alveg skýrt að eftir sem áður þá hefði borgaryfirvöld, skóla og frístundaráð eða prestustjóri, hann hefði forræði sjálfu málinu, þrátt fyrir að fólki var gefinn kostur á að koma með athugasemdir í góðu samráði. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er rétt að ég misskildi borgarfulltrúa Kjartan Magnússon vegna þess að hann var að segja frá samráðsfundum varðandi ráðningar meðal annars með nemendum og starfsfólki í skóla og mér fannst það vera svona hluti af þessu samráðsferli. En ég er áfram og legg til að við samþykkjum breytingartillögu þá sem Skúli Helgason hefur kynnt að skoða hvernig aðkoma foreldra samfélagsins getur verið í svona meiri háttar ákvörðunum. Ég velti líka oft fyrir mér samt að samráð getur leitt til ákvarðanafælni. Ég veit að samráð á oft við, en við megum aldrei fela valdið til hagsmunaaðila sem að hafa kannski ákveðna hagsmuna að gæta en ekki heildarinnar. Við erum kjörin hér til þess að gæta heildarhagsmuna Reykjavíkurborgar en ekki einhvers ákveðis hagsmunahóps. Það eru í flestum málum hagsmunirnir skiptir, þeir geta eða ólíkir. Og það er okkar og þegar, því meira sem samráðið því leiðir það oft til ákveðna ákvarðanafælni sem að hefur orðið bara vandamál í íslensku stjórnkerfi síðari ára. Það er alltaf verið að setja allt í nefnd og skoða betur og betur og betur í staðinn fyrir þessi bara að taka af skarið og segja bara nei eða já. Þannig að þeir sem að hafa heildina hafa það verkefni að skoða hagsmuni heildarinnar, þeir verða að vera tilbúnir í það. Alveg eins og
ég fór að hugsa, skólasamfélagi, það þarf kannski bara fyrst og fremst eitthvað mjög góðan sem til þess að beita aga, til þess að bæta lestrarhæfni eða eitthvað svona, en foreldrar og nemendur og samstarfsfólk vilja kannski bara fá eitthvað vinsælan sem hefur skarað fram úr á okkur ákveðnu sviði. En núna tími minn lokið, þannig en þetta verkefni sem við þurfum að ræða og út á það gengur tillaga borgarfulltrúa Skúla Helgasonar. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, andsvari. Já, forseti og kæru borgarfulltrúar. En einu sinni vil ég ítreka það að það í rauninni ekki verið að fela neinum völdin í þessu máli. Þetta ekki yfirfærsla á valdi. Valdið, já, áhrifavaldi. Valdið liggur eftir sem áður hjá yfirvaldinu sem núna skóla- og frístundaráð og verður fræðslustjóri eftir örfáar vikur. Og þannig að valdið mun liggja þar. Það ekki, með sömu rökum mætti halda ég fram að það væri verið að fela íbúum völd í skipulagsmálum með því að gefa þeim kost á samráði. Svo þetta ekki. Það alveg skýrt hvað valdið liggur. Það bara verið að gefa kost á samráði, fólki að bara fær kost á að láta rödd sína heyrast. Og ég hef engar áhyggjur af ákvarðanafælni í þessu tilviki vegna þess að það jafnvel frekar í skipulagsmálum sem kannski ákvarðanafælni því að stundum hafa öflug mótmæli orðið til þess að kannski þörfum ákvörðunum jafnvel hefur verið frestað í skipulagsmálum. En ég held að slíkt ætti ekki við þessi tilviki vegna þess að við getum auðvitað ekki rekið skólanum að hafa skólastjóra. Þegar við erum að ráða skólastjóra þá annar að hætta og þar er ljóst að frá með ákveðnu degi þurfum við að ráða skólastjóra þannig að það væri held ég ekki möguleika því að menn myndu hafa upp ákvarðanafælni í þessu. Annars vil ég síðan bara ítaka sem ég sagði áðan. Ég myndi gera kröfu það að tillagan sé borin upp frekar en að samþykkja slíka breytingartillögu og myndi óskipti því að stemmi vilja breytingartillagan sem slík, sem sjálfstæð tillaga er hún góð og ég held að okkur sjálfstæðismönnum myndi hugnast að samþykkja hana sér en okkur myndi finnast óbræða því að vera að samþykkja slíka breytingartillögur nýtt efni og vera með því á sama tíma fella okkar eigin tillögu. Það finnst ekki vera vel á því, ég held að við verum miklu frekar til í það að samþykkja tillögu meirihlutans sem sjálfstæða tillögu. Nú og ef menn vil ekki samþykkja tillögu Sjálfstæðisflokksins, þá væri betri bragur á því að þeirri tillögu þá bara vísað í þennan starfshóp sem stendur til að skipa. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari og þá eitthvað aðeins óljóst hvað borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir ætlar sér. Þá tekur hún til máls, borgarfulltrúin. Forseti og ákveðnu borgarfulltrúar, ég er ekki ákvarðanafælin, ég reyni að vera það ekki og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, vill að greitt sé atkvæði þá tillögu sem hann leggur hér til. Mér finnst það bara alveg þá sjálfgefið að hún verði afgreidd og ég mun leggja til að hún verði felld vegna þess að mér finnst hún ekki ganga. Síðan það bara á seinni tíma ákvörðun hvort að formaður skóla- og frístundaráðs segir ykkur aðrir borgarfulltrúar taki seinna upp tillögu sem sé í anda þess sem breytingartillaga Skúla Helgasonar borgarfulltrúa kvað á En við getum ekki endalaust, það er bara gott, það bara kemur krafa frá tillöguflytjanda að afgreiða málið og ég held að við ættum að gera það. Og ég mun allan að sjálf ekki vera tilbúin að samþykkja þessa tillögu og ég veit ekki með aðra. Mér finnst þetta of ljóst og það að þú segir, eða borgarfulltrúi Kjartan Magnússon segir að það sé ekki verið að fela valdið, en við felum, ef við höfum umsagnar, það að veita umsögn á að geta haft áhrif og í því á að felast áhrifavald. Og ég held að væntingar þá foreldrasamfélagsins geta verið til eins umsækjanda sem kannski vinsælli en sá sem kannski til þarf til þess að stýra stórum skóla þar sem agi og nám eru kannski frumforsendur og að þess að börnunum líði vel.
Þannig að það er vald í því. Foreldrar hafa áhrif á þarfagreininguna áður en farið er út í auglýsingu. Þá er það rætt inn í þessum foreldraráðum í skólunum, hvernig skólastjóra á að taka. En ég held að þetta sé ekki rétta tillagan til þess að afgreiða hér og nú. Takk. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu, þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs og forseti gerir örstutt hlé á fundi. Hún biður meirihlutanum að koma með mér hérna á bakvið.
Við höldum áfram með fundinn. Umræðu er lokið 3. lið og